spyrja að segja svona kannski nokkur orð hvað henni og því sem hún stendur fyrir finnst þessu sjónarmið. Hún þarf að byrja að kveikja á mikrófonum. Núna, já, flott. Já, Elínbjörg Ragnarsdóttir heiti ég og hérna fyrir hönd samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda. Ég vil byrja að þakka hreyfingunni fyrir að tækifæri að fá að koma hérna og hlýða á þetta erindi þeirra. Hvað þetta frumvarp varðar þá vissulega boðar þetta opnara kerfi og aukið frjálsræði en það sem við kannski fögnum í þessu, það þessi markaðstenging á verði. Það að fiskur fari annarkvort á markað eða markaðsverð verði látið ráða í beinum viðskiptum. Við hefum þó vissulega viljað sjá það að allur fiskur færi á markað, en þetta þó skrifir rétt átt þar sem að getur svo rátt fyrir því að menn muni aldrei svelta fiskmarkaði og halda verði þar háu. Hins vegar hefði ég viljað sjá þetta líka að kveðið væri á fjárhagslegan aðskilnað veiða og vinnslu og þetta kerfi svolítið brotið upp þó svo að einingarnar séu allar í eigu sömu aðila, það sé þó brotið upp rekstrarlega og bókhaldslega á milli greinanna. Þannig að hver hluti fara að sýna raunverulega og rétta afkomu og ekki sé hægt að flytja fjármuni á milli veiða og vinnslu eða sölu. Hins vegar þetta frumvarp svona nýnálgun, en það sem ég finnst kannski verst í þessu öllu að ég ekki viss að þessa leið náðu sendilega sátt. Því að, jú, við erum að leita eftir sáttinni. Það búin að vera gríðarlega óvissa í útgerð og vinnslu. Það búið að vera að tala að breyta kvótakerfinu síðastliðin 3 ár og ýmsar tillögur komið upp og þar á meðal þessi. Í þessu verið að tala byggðaröskun sem hafi orðið frá því að kvótakerfið var sett á. Ég myndi hins vegar hafa áhyggjur af því að við stæðum frammi fyrir nýrri byggðaröskun nái þetta allt saman fram að ganga. Því að vissulega fluttust aflaheimildir úr sveitarfélögum á sínum tíma. Sveitarfélög hafa einhverju leyti aðlagast í bæði þau sem að missa aflaheimildir og þau sem fengu aflaheimildir. Það sem við sjáum í þessum tillögum að það mun bara ríða yfir önnur hreina byggðaraskana, bara með öðrum formerkjum. Væntanlega verður uppbygging þar sem að áður var niðurrif, en aftur niðurrif þar sem að menn hafa verið að byggja upp. Menn þurfa aðeins að hugsa út í þetta. Hins vegar, þarna sveitarfélögunum líka falið að sjá sölu eða leigu aflaheimilda og ég sé fyrir mér að önnur sveitarfélög sem ekki fái úthlutað aflaheimildum verði nú ekkert voða kát ef að tekjustofnar ákveðinna sveitarfélaga séu styrktir. Þá væntanlega fylgir því líka að verkefnum verði færð í ríkari mæli frá ríki til sveitarfélaga. Hvað verður þá minni sveitarfélög sem eru kannski bara upp til sveita og hafa ekki haft tekjur af sjómennsku eða slíku? Hvað verður þau þegar að kannski verða flutt til þeirra frekari verkefni á þess að tekjur komin á móti? Þarna líka gert ráð fyrir 10% álægi ef að kvóti leigður út til sveitarfélagi. Hvar þá byggðasjónarmiðið? Því að ef að sveitarfélagi sér hag í því að leigja aflaheimildirnar með 10% álægi út úr sveitarfélaginu og það skapi sveitarfélaginu raun
meiri tekjur heldur en að leigja það til síns sveitarfélags eða sinna útgerða. Vegna þess að vinnsla getur eftir sem áður, vinnan í landi getur eftir sem áður boðið í aflan á opnum markaði. Ég sé ekki alveg að þetta muni skila því sem að menn vilja ná fram. Menn tala þarna að stofna kvótaskuldasjóð og ég velti fyrir mig hvernig á skilgreina þær skuldir sem þarna eiga að fara inn og velti líka fyrir mig hvort að þarna sé verið að veita ríkisábyrgð á skuldum sem eru tilkomnar vegna kvótakaupa. Nú, þetta líka gert ráð fyrir að alltaf 40.000 tonn fari til strandveiða. Við veiðum hins vegar aldrei sama fiskinum einu sinni og 40.000 tonn dálítið stór hluti af heildaraflaheimildum í dag. Þetta 1/4 af því sem úthlutað í dag, með þorskbótan. Og það alveg ljóst að við veiðum aldrei sama fiskinn nema einu sinni og þetta takmörkuð auðlind. En hins vegar það eru margir góðir punktar í þessu frumvarpi en hins vegar að mínum mati alveg ástæða til að bæta þarna inn ákveðnum atriðum eins og fjárhagslegum aðskilnaði við og hinslu og kannski hugsa nokkur atriði aðeins betur. Ég þakka Elínu Björgu fyrir þetta og næstur Einar Magnússon, hann bæði fulltrúi hér í Reykjanesbæ og kannski mun aðeins segja hvernig þetta horfir við frá því sjónarhorni. Já, kom það hér. Ég byrja að bjóða ykkur velkomin í Reykjanesbæ. Gaman að fá okkur, fallegt veður í konuna. Já, ég náttúrulega kátur að sjá þegar maður fyrir að skoða þetta og velta þessu fyrir sér þessum tekjum sem Reykjanesbæ hugsanlega að fá út úr þessu. Það tekur okkur 2 ár að losa upp bara skuldir sem bíla hérna og bæði fyrir á okkur. Og ég veit ekki, það maður hugsa sér frekar bara að við ætlum nú reyna frekar svona, mér finnst nú að aðalmálið það var í þessu að bara reyna að aðalmálið hefði verið náttúrulega auka bara veiðiheimildir hérna og myndi það verða hérna heldur til þess að bæta hérna allra hérna og þeirra sem verða að vinna hérna og veiða vinnslar sem sagt sko og veiða. Nú, ég svona að velta þessu, búinn að vera svona aðeins að velta þessu svona eins fyrir mig en það er svona aðeins að fá að velta þessu hérna fyrir að hlusta aðeins betur á og fengið smá stress í en þannig að, já, fyrir þetta var þess, fyrir ekki þig. Þá var það næstur Friðrik Arnarsson frá LIU. Já, ég vil þakka ykkur fyrir þetta boðarframannafund og í rauninni þá snýst þetta mál einfaldlega skipulag, hvernig skipulag við hafa á sjávarútveginum og þar eru nokkur markmið. Eitt meginmarkmið náttúrulega að veiða þar sem við teljum hverju sinni að sé réttast að veiða úr hverjum stofni til að tryggja að við getum náð sem mest út úr stofnunum til langs tíma og það er auðvitað ákveðið verkefni og kvótakerfið svo kallaði gott tæki til þess að stýra því. Og hitt meginverkefni þá að hvernig við höfum mest út úr þeim afla sem við ákveðum að veiða. Og þar teljum við að kvótakerfið svo kallað hafi algjörða yfirburði yfir önnur kerfi því að það er að hugsa sér alls kyns fyrirkomulag. Eitt er það bara með veiði allir langar til að afla er náð sem að ákveða veið og viðkomandi stofni og síðan þekkjum við sóknarkerfi, það er ólítis kannski, svo eru sóknarkerfi með ákveðni stýringu þar sem er rauninni kvóti á tíma í staðinn fyrir magn eins og við erum með það. Við teljum að það kerfi sé mjög sterkt og það hefur sýnt sig og sérstaklega í blönduðum veiðum þar sem við leggjast á verðmestu tegundina og veiða hana niður og við höfum séð dæmi þess. Nú síðan
erum við með þetta fyrirkomulag sem við höfum og við teljum að það skil okkur mest, þetta snýst það hvernig við fáum mest út úr hverri einingu sem við ákveðum að veiða með sem minnstu tilkostnaði. Það einfaldlega þess vegna sem við erum með þetta kerfi. Uppboðs fyrirkomulag eins og hérna lagt til, það hefur svo sem það ekki nýtt að það verið rætt. Það er engin ákveðin leið í því eða tillaga það og ég líst ekki vel á það vegna þess að ég held að það leiðir til þess að við fáum minna fyrir það sem við veiðum með meiri tilkostnaði. Það skapar óvissu að hafa ekki vitneskju það hversu mikið menn geta veitt. Það er líka eitt í þessu, það er spurningin um samsetningu aflaheimildina. Það er gert ráð fyrir þarna að séu 10% meðaflaveiði. En það er bara ekki þannig að menn hitti á það nákvæmlega og þess vegna eru menn með núna að reyna að hafa kvóta samsetninguna nokkurn veginn eins og menn eru að veiða. Síðan reyndar mikið það með sig að skipta á veiðum til að láta veiðargang með þetta. Og það er ekki gert ráð fyrir því að það er nú eitthvað sem menn getur hugsað sér að laga með framsali og slíku innan svona kerfis ef menn myndi útfæra það. En stóra málið í þessu tilkomi er það er algjör óvissa það hvort að menn yfirleitt hafa veiðiheimildir á næsta ári eða ekki. Og það er það versta vegna þess að það gefur ekki tilefni til þess að skipuleggja skipuleggja fjárfestingarnar, ágóð lánskjör, gera samninga við þá sem er verið að selja aflann eða selja afurðina og það er þessi óvissa sem er verst við svona fyrirkomulag. Síðan þá hefur þetta ekki, það er bara með sér að menn hugsi þessa auðlind eins og eyjana, það er mjög mikilvægt að menn hafi það innprentað í kollinn á sér alla daga að það skiptir máli hvernig menn gangi auðlindina, það gangi vel hana, menn hugsa það að það veri þessu alla eilíð og þess vegna þegar það þarf að takmarka veiðar að þá gerir menn það til þess að byggja stofna að því að menn það njóta þess aftur þegar að betur gengur til þess að menn séu ekki með það er ekki út að sjó með það að markmiðið að henda hluta aflanum í sjóinn, verðminnsta fiskinum. Það er gríðarlega mikilvægt. Þetta hvetur til þess þegar menn hafi þessa tengingu að því að þeir séu örugglega á morgun og þetta hefum við séð. Þetta er rauninni kannski hugsaðan hvernig hefur þeim vegna sem hafa verið á þessum leigumarkaði því miður að þá hefur það ekki gengið. Og maður geta sagt að það er okkur röksemd í þessu og ég sé að hún er nótið hennar líka og sjálf sér eðlilegt að menn kannski hugsið þannig að fyrirtækin bjóða aldrei meira heldur en það sem er skynsamlegt. Það er fleira í þessu sem ræður því hvað menn bjóða heldur en bara hvað það er nákvæmlega skynsamlegt. Fólk er búið að fjárfesta í skipum, tækjum, fiskvinnslum og ef við tökum bara aðra sem er rekur sjávarútvegsfyrirtæki út á landi þar sem allt byggist á því að það séu aflaheimildir og við getum velti fyrir okkur þegar hann sest niður og býður hvað hann gerir. Hvort hann býður bara lágt vegna þess að það er skynsamlegt með þá áhættu þá að fá engar aflaheimildir, sitja upp með alla fjárfestinguna og fólkið. Þannig að það er þetta sem er mjög mikilvægt í þessu. Þessum teljum við að það fyrirkomulag sem við erum með núna, þar sem við getum gott til landstíma, skipulagt reksturinn, skipulagt atvinnum fólks, atvinnu allt árið, góða tekjur, góða afkomur og Jón Gunnar fór vel yfir þaðan að það er margir hérna inni sem mun alveg hvernig afkoma sjálf sem spannirna þegar það var ekki góðleikin. Ég man það að maður var að kríja út sumarið fram eftir vetri. En þetta þekkjum við og það er þetta sem við viljum ekki. Við viljum ekki fara þetta að fara af sig.
Síðan er það ánægilega að gerast núna. Nú erum við að deila það hversu hátt gjald eigi að greiða til ríkisins fyrir afnotin af aflaheimildunum. Ég hef ákveðna skoðun á því til að þetta skili sér, og það sem við erum að gera í sjávarútveginum, að skila sér á endanum meira og minna allt saman til samfélagsins. Þess vegna held ég að sé rangt að veikja fyrirtæki með því að taka hátt gjald sem að hugsanlega getur verið á blaði eins og uppboðinu. Það mun veikja eins og fyrirtækin og endanum skilur okkur inn. En þetta er auðvitað bara hlutur sem að hlutverk okkar og hlutverk stjórnmálamanna að fara yfir þetta. Hvernig skila þessi auðlind okkur mestu? Ég veit ekki hvort að ég á að hafa eitthvað fleira núna. Það er þetta margt. Það er ekki samt og langt ekki. Það er fínt bara. Ég þakka ykkur öllum sem hafa kynnt ykkur hérna. Ég veit að þú langar aðeins að svara Elínu og Friðriki og þetta er bara að vera stutturur. Þessi til þá? Já, sko, eitt sem við lögðum á staðið í upphafi var að gera kerfið eins einfalt og okkur þætti mögulegt vera og við náttúrulega töluðum við fullt af fólki og ég hef lýst í svoleiðis að ég talaði við 300 manns og við fengum 300 útfærslur á því hvernig kvótakerfið þetta vera. Og þannig er það bara með þetta mál, þetta getur verið mjög flókið og það hafa mjög margir sína skoðanir á því. Við reyndum að hafa þetta eins einfalt og mögulegt var. Það sem kom fram, eins og til dæmis hjá Jóni Gunnari með ofveiði og Hafró, að það er pakki sem við fórum ekki inn í. Hafró er líffræði í rauninni og við, ekkert okkar er líffræðingar, þannig að við ákváðum að taka það út fyrir en síðasta greinin í frumvarpinu gerir samt ráð fyrir að það verði gerð úttekt á fyrirkomulaginu eins og það hefur verið og úttekt á Hafró með færustu vísindamönnum sem hægt er og reynda að finna út hvað er rétt og hvað er rangt í því. Eitt sem við langar að minnast á varðandi uppboðin, sem var kannski eitt af því síðast sem við talaðum, er að það eru margar tegundir uppboða til og það er náttúrulega valdar þær tegundir uppboða sem að henta hér við þessar aðstæður. Það er til hollensku uppboð, það er til amerísku uppboð, það er til alls konar tegundir af uppboðum og við myndum náttúrulega koma þannig fyrir, eins og ég sagði þannig að það sé ekki einhver einn sem að fær allar aflaheimildirnar og uppboðum verður heldur ekki þannig að menn bara bjóði einhvern ákveðið lágt verð sem að þeir halda hendi þeim heldur mönnum verða kleift að bjóða aftur og aftur og uppboð verða haldinn oft á ári. En mér langar að byrja aðeins örstutt á því sem að Elínbjörg var að segja og jú, fjárhagslegur aðskilnaður veiða og vinnslu, þar fannst okkur að við værum að grípa of mikið inn í einfaldlega rekstur fyrirtækja ef við værum að krukka meira í þeirra starfsemi þannig, en vissulega er það sjónarmið að það mætti aðskilja betur veiða og vinnslu og skylda útgerðir að setja allan afla á markað en við leggjum það ekki til vegna þess að við teljum að það muni einfaldlega skapast samsvarandi aðstæður ef að þær þurfa að borga markaðsverð. Fiskvinnslu þurfa að borga markaðsverð fyrir afla. Tekjur annarra sveitarfélaga, Elínbjörg hafði áhyggjur af því og ég bendi á að það er ekki nein veiðireynsla til í sveitarfélögunum eins og Hveragerði, Kirkjubæjarklaustri, Flúðum og Mývatnssveit og þetta kerfi sem við leggjum til byggir á veiðireynslu. Þau sveitarfélög sum hafa eigin náttúruauðlindir í mörgum tilvikum, jarðhita til dæmis og þannig að þetta byggir svolítið á þeirri hugsun að það sveitarfélög hafi bara aðgang að þeim auðlindum sem eru innan þeirra marka. Það er hins vegar til jöfnunarsjóður sveitarfélaga og það náttúrulega yrði mikið tekjumunur á milli ýmissa sveitarfélaga vegna þessa mál og ekkert annað en sjálfsagt og eðlilegt að jöfnunarsjóður sveitarfélaga myndi þá koma þar inn í til þess að rétta hlut þeirra sem þeirra skarðan hlut frá borði. Elín talaði líka útleigu sveitarfélaga á aflaheimildum, það er ekkert sem er í þessu útleigu sveitarfélaga á aflaheimildum, það fara allar á uppboð og ef að einhver utan sveitarfélagsins býður í aflaheimildir þess og flytur þær í burtu og lætur veiða þær annars staðar, þá er það ekkert einhver ákvörðun sveitarfélagsins sem að ræður þar Sveitarfélagið einfaldlega hefur þá skyldu að bjóða heimildirnar upp en ráðstafa þeim að öðru leyti ekkert frekar eftir sínu höfði. Kvótaskuldasjóður er bara þessi sjóður sem að
hefur komið til vegna kaupa, útgerða og lántöku fyrir kvóta og það er engin ríkisábyrgð eða neitt fyrirhugað á honum, hann bara verður til og hann verður greiddur niður á einhverjum tíma sem hann koma sér saman að það sé æskilegt með einhverju ákveðnu gjaldi á uppboð. Friðrik talaði minna, við fengjum minna verð fyrir það sem við veiðum með meiri tilkostnaði. Sko, ég er sammála því að tilkostnaðurinn verður náttúrulega meiri vegna þess að útgerðirnar þurfa að greiða fyrir aflaheimildum. Beint. Það er hugmyndin á bakvið þetta, en ég kannski fæ betur að heyra hvernig við fáum minna fyrir það sem við veiðum. Ég áttaði mig ekki alveg á því. Samsetning aflaheimildina er náttúrulega eitthvað sem er útfærsluatriði og það er náttúrulega ákveðnar tugir tegunda af fiska sem eru boðnar upp tegundum og þar ákváðu einfallega að það eru fiskistofa og aðilar tengdir henni sem að myndu finna út með það atriði. Óvissum aflaheimildir, jú, vissuleyti að einhverju leyti er það vegna þess að menn hafi ekki aðgang að þeim nema að þeir séu þá með framvirka samninga vegna fjárfestinga. Þetta hefur áhrif á lánskjör og sölusamninga til lengri tíma og það getur vel verið rétt, en er það endilega sko, gott að vera með sölusamninga til mjög langs tíma? Nú eru við til dæmis markaðir með fisk erlendis, byggjast orðið flestir á því að menn vilji bara fá fiskin sem ferskastan á markað. Þannig að ég held að þetta sé ekki einhlítt og ég er líka að hluta til sammálanum með það að þetta gæti hvatt til brottkast en þarna er leyfilegt að koma með allan meðafla að landi og hann dregst ekki frá þeim heimildum sem menn hafa þegar, heldur er hann viðbót þessi meðafli, þannig en brottkastið er náttúrulega vandamál og það má líka taka einhverju leyti á því með strangari viðurlögum en það er náttúrulega alltaf erfitt og verður vandamál. Hvað varðar þetta gjald að það geti orðið of hátt, þá verður það náttúrulega aldrei hærra heldur en að útgerðirnar ráða við og þannig er bara dýnamíkin í venjulegu markaðskerfi að menn bjóða og kaupa og vestra og selja eins og þeir ráða við og ekki meira þangað til að næst ákveðið jafnvægi með það. Mér langar að segja svo í restina að mér finnst mjög gott að fá þessa gagnrýni og þessa umræðu sem er hér málefnaleg. Þetta er fyrsti fundur nokkur um þetta mál og við eigum eftir að ræða það víðar. Menn setja svona mál fram annarkvort á þingi eða í blaðagrein og oftar en ekki er þetta slegið út á borðinu sem eitthvað óraunhæft en menn fara ekki í samræðuna það sem er nauðsynlegt. Við vitum það öll að útgerð per se sem bara fyrirtæki er flókið fyrirtæki og byggir á mörgu, byggir meðal annars á þessum vanda sem er árstíðabundnar veiðar og veðri og fleira. Þannig að útgerð er ekki eins og einhver fyrirtæki sem þú opnar með líkli klukkan 8 á morgnana og lokar klukkan 5 á daginn 365 daga ári. Þannig að við þurfum líka að vera meðvituð það þegar við ræðum breytingar og þessar leiða það er margsinnskulegin. En nú læti ég fundastjóra taka. Já, ég ætla að biðja hann Þorbjörn Sigurðsson, starfsmannshreyfingarinnar, að taka við þessu mikrofón og fundargesti sem vilja taka til máls eða koma með spurningar en býðið aðeins, ég er aðeins að gefa Jóni Gunnari tækifæri ef hann vildi til þess að bregðast við. Ok, þá bara erum við komið með herramann það er svo mikið byggt á bakveikum þegar ég sé ykkur öll bara svona svört þannig að ég reyna að ég sé að þið rétt við þetta það var herramann Já, ég þakkar hreyfingunni fyrir að segja nokkur orð. Ég er ekki aðra spurningar. En ég er nú með spurningu til Margrétar. Nú er hún eini þingmaður kjördæmisins sem er staddur af þessu þremur. Og mér langar að spyrja þig, er þetta það eina sem þú kemur með til atvinnuuppbyggingar hér til okkar Suðurnesja? Ég hef ekki séð þig hér áður á fundum. Ég hef ekki séð einustu grein frá þér atvinnulíf hér á Suðurnesju og ekki í öllu kjördæminu. Og ég bara spyrir þig að þessu, er þetta það eina sem þú kemur með? Og mér skilst að þú sért formaður þingflokks hreyfingarinnar. Og það var spurning nummer 2. Þjónar einhverjum tilgangi að vera að koma með svona tillögur? Þjónar einhverjum tilgangi? Því það liggur algjörlega fyrir að það verða bara 3 þingmenn hreyfingarinnar sem greiða þessu atkvæði. Engar aðrir. Og síðan er spurning nummer 3 til því.
höfðu eitthvað samráð við sveitarstjórnin hér á svæðinu, fenguðu eitthvað umsagnir þetta og þá í kjördæminu öllu, því kjördæm sem þú ert í, eða þá jafnvel allt land og höfðu eitthvað samráð við hagsmunaaðila varðandi þetta mál. Og þá á ég náttúrulega við, þá sem að starfa í greininni, sjómannasamtökin, Farmanna- og fiskimannasambandið, Landssamtök smábátaeigenda og Jarðstjórafélagið og til dæmis styrkjur og stýrimanna við Vísir hér á Suðurnesjum. Var ekkert samráð við þess aðila, ekki töluvert mikið í lagt að koma að leggja svona tillögur fyrir Alþingi og þetta fær náttúrulega væntanlega einhverja umræðu á Alþingi. Það fyrir liggur. Þetta var alveg kolfellt. Það er alveg á borðinu ef þetta fer þá nokkuð lengra og ég var með spurningu til Þórs líka og það er nú bara svipas eðlis og hann var að tala hérna LIU og anstöðu þess við þetta, þú hefur oft gert það við einhverja breytingar á kvótakerfinu en hann, veist þú það ekki Þór, þú hlýtur að vita það að það eru bókstaflega allir aðilar í sjávarútvegi nema þetta svokallaða samtök fiskimanna, ég veit ekki hvernig það eru einhver sjómenn í þessu samtökum eða það hlýtur nú væntanlega að vera það sjómenn á þurra landi eða þetta starfandi sjómenn á tórum sem í þessu eða mér langar aðeins að spyrja þetta og svo líka til Friðriks Þórs Friðriks Jóns Arngrímssonar, mér langar að spyrja hann líka ekki komin eitthvað reynsla af því að úthluta sveitarfélögum kvóta og hvernig hefur það gengið? Yfirleitt hefur þetta ekki verið sífellt kæruferli hjá til umboðsmanns Alþingis, alveg endalaust út og suðu, fram og tilbaka. Ég leggur nú minni í það að það hefur eitt ákveðið sveitarfélag á Suðurnesjum ætlað að fara einhverja krókaleið við að bjóða þetta upp eða eitthvað slíkt og þetta endaði með slíkri djöfulsins þvælu að þeir sem átt að fá þetta, þeir eru undir þetta samning, joint venture agreement, samning, svona svipað samning og reysamningurinn. Það var eitthvað slík þvæla og þetta voru til umboðsmanns Alþingis, þetta er mikið kæruferli og hann henti þessu öll út á borðinu. Og mér langar að spyrja þér hvernig þú hvernig líst þér á það eiginlega, við erum ekki sama þvælan, eins og ekki blessaðan byggðakvótann. Já, það var hérna spurningu byggt til mín, þú veit, ég verði nú ekki að svara því. Væri nú ekki luktað þessu pallborði, en ég skal svara því. Ég er vissulega, ég er 10. þingmaður Suðurkjördæmis og vinn auðvitað fyrir allt landið. Ég var nú síðast með fund hérna, opinn fund í síðasta mánuði og hef mætt á marga fundi hér í Reykjanesbæ og víðar á Suðurnesjum. Kjördæmið er hins vegar stórt og við reynum að bera hag þess alls fyrir brjósti og landsins alls. Hvað var hagsmunaaðila, þá finnst mér almenningur á Íslandi vera stærsti hagsmunaaðilinn sem þarf að hafa samráð við og hann hefur verið svolítið í skugganum. Já, og voru fleiri spurningar til mig, ég á svo að ég náði ekki að skrifa þetta niður. Já, það var fyrst og fremst hvort að þú hefði okkur hugmyndir atvinnulíf hér á Suðurnesjum sem annað en þetta. Akkurat, jú. Ég hef átt sæti frá 2009 og alveg fram á þetta haust í iðnaðarnefnd og fylgst mjög vel með því sem hefur verið, þeim hugmyndir sem hafa verið uppi hér. Friðrik, ég gef hérna orðið til Friðriks. Já, takk fyrir. Má ég svara líka þessi marga áfram hjá Þór núna eða það sem að vera að velta fyrir sér eða upptaka það ekki? Já, ef ég má byrja bara á því sem að Þór bæti til mín. Það kemur mikið minni tekjur. Þá er það kannski fyrst og fremst vegna þess að þá hefðum við ekki svo möguleika á að gera samninga. Þá sem það var að gera sluttir, þetta geta verið langir þó þeir séu hérna með verð ákvæmum til skamstíma og svo það sem að fara út í. En að byggja langtíma samband er mjög mikilvægt og þá er það mjög mikilvægt að menn geti tryggt á afhendingu allt árið. Ég held að ef við farum í svona eitthvað, þannig að maður vissi ekki svo hvort þeir hefði eitthvað heimildir ef þú nefndir það getur verið sett og oft innan ársins og kannski heimildir þá til að byrja með. Svo
næst og svo framvegis. Og varðandi kostnaðinn, þá held ég að það felst líka í þessu að við erum eftirlega með fleiri skip. Vegna þess að það sem við reynum að gera núna er að smíða aðferðargelduna í skipunum að því sem er afræðslugeldin eins og talaðum í skipunum, og þetta er það sem hefur gerst. Við hefum skipað fækkar verulega. Sama er með vinnsluþáttinn, að hann er að smíða hann að því sem að þeim afleiðingu sem hann hafa. Auðvitað þurfum við að hafa umframgildi samkvæmt í loðnum. Það erum að taka vonandi 600 tonna land, við tökum þetta meira með því sem við tökum. Svo garðinskip þetta sem að landa þeim að við núna ekki búið það. Þannig að við erum að tala kannski yfir 600 tonna loðnum núna á 2 mánuðum, 2 mánuðum. Og svo mikið þá á 15 ára. Þannig að auðvitað þurfum við að hafa umframgetu, en samt sem áður að þá getum við tekið dæmi einmitt uppsjávarverðum. Þar erum við með kannski 20-25 skip, 20 skip og bjóða hér í umtökunni. Þar hefur þetta svínvirkað. Þar erum við að hækka skipum, vegulega, hækka vinnsluströmm og þar erum við að gera það eitthvað. Þetta er það sem við erum að reyna með þessu fyrirkominu sem við erum að gera. Við getum tekið dæmi af strandveiðum. Þar erum við með núna 100 báta sem að í rauninni er engin þörf fyrir. Þar er sóun í fjárfestingu og þetta er tilfærsla á aflaheimildum á milli fólks og fyrirtækja. Þetta er ekkert annað, þetta bætir engu við, en þetta kostar mér. Og það er spurning hvað höfum við efni á að við getum kallað mikilli sóu. Ég gerum alveg grein fyrir því að við náum ekki hámarks arðið út úr þessu nýtingur veiðinnar. Það þarf að taka tillit til ýmissa sjónarmiða. En við þurfum að reyna að lágmarka það tjón sem að við ákveðum að meðvita að verði, til dæmis með því að úthluta aflaheimildum með tilteknum hætti í tilteknum tilgangi á fólkísku. Þannig að við viljum auðvitað hafa verðarna öðruvísi með, en til þess að ná þessari landráðsátt að þá auðvitað er margt í þessu fyrirkominu sem við höfum núna sem er öðruvísi en við viljum hafa. En við getum tekið dæmi að við tökum aukinn kostnað, ekki bara í fleiri skipum, þetta er fylgir, en til dæmis bara fjármagnum. Það er alveg ljóst að fjármagnskostnaður væri langt upp við breytt fyrir algjörlega. Vegna þess að það er náttúrulega skiptir sköpum að við höfum trygga rekstrargrundvöll fyrir þeim fjárfestingum sem við förum í. Við erum að fá núna sem betur fyrir eitt skip, núna bara í 2 mánuði. Kostar 4 milljarðar. Þetta er eitt uppsjáður. Þannig að við getum alveg gett okkur í hugarlund hver kostnaður fjármögnun á svona skipi væri ef það hefði ekki tryggar aflaheimildir. Í ykkar frumvarpi gert ráð fyrir að líta senja til 5 ára, en við veitum ekki hvert verðið er. Vegna þess að það að ráðast að einhverjum öðrum þáttum heldur en þeim sem að menn hafa nokkra stjórn á, jáfnveg komin hefði heimilum. Þannig að það er bara, þetta er í rauninni eins og ég sagði í byrjun, þetta er bara skipulagsmál, hvernig höfum þetta skipulag sem best, en að skila okkur sem mest þessum minnstum tilkostnaðum. Svo eru ótilhægandi ángar á þessu sem við getum talað um. Fá aðeins að reyna að ég get ekki sjá eins og hvernig sveitarfélagin, ég er alfarið á móti því að sveitarfélagin ætti að fara að vera í því að leigja út kvóta til Péturs og Páls. Ég veit að þó að ætti að fara þess að leiða hugsanlega uppboðsleið, þá held ég að þegar fram sækir þá verður þetta bara þannig að ég get hyggla vinum mínum, svoleiðis ég óttast það geti farið þá leið. Og þetta væri voðalega spennandi sem sveitarstjórnarmaður að hafa þetta í höndunum og geta fengið að deila þessu svona á milli manna. Og þannig að ég held að það sé ekki leið sem sveitarstjórnirnar vilji, segja bara alveg eins og
Og svo bara ég svona aðeins að velta mér upp úr þessu í sambandi við sko kostnaðinn á þessu sko ég heyrði Alþingi daginn og tala að hugsanlega ætti að leigja þetta 318 krónur. Þetta eftir með einhverja útreikninga og tölum hérna upp á þessu ríkjæðnismæður ætti að fá það eftir. Þetta var 3,7 milljarðar ekki. Og ég bara pæli svona hvernig, hvar á að taka það? Hvað á svo peningur að koma? Frá sjómönnum. Útgerðinni, sjómönnum. Ég er svona að reyna að áttala hvað kemur sko. Það skipstum, það það einnig það kemur. Ég er svona þess að velta þessu en ég er náttúrulega verið svolítið að passa mig. Ég kom náttúrulega bara hérna sem sveitarstjórnarmaður en ekki neitt annars. Og það er svona ákveðna skoðun að því og ég náttúrulega bara fylgi stefnu Reykjanesbæjar í þessum málum. Já, ég vil kannski fá svara með svona aðeins. Hann talaði að það hefði verið ákveðið að hafa ekki fjárhagslegan aðskilnað við á vinnslu inn í þessu frumvarpi og menn hefði ekki viljað grípa á mikið inn í rekstur fyrirtækja. Að koma á bókhaldslegum aðskilnaði ekki í sjálfu sér stórt inngrip í rekstur fyrirtækja. Það er verið að reka þau eftir smáður eins. Kannski benda honum á að víða í heiminum, í Evrópu til dæmis, einfallega í löggjöf að öll keðjan megi ekki vera á hendi sömu aðila og í Evrópulöggjöfinni til dæmis ákvæði það að fyrstu viðskiptum og fisk skuli fara fram á opnum uppboðsmarkaði. Sko kvótaskuldasjóður, hann verður ekki bara til. Það þarf einhver að bera ábyrgð á honum og hver á það að vera. Það er alveg ljóst að þeir sem eiga þessa kröfur í dag eru með veð í skipum meðal annars á bakvið þessar skuldir og þessar skuldir verður ekki bara færðar inn í einhvern sjóð sem verður bara til og enginn ber ábyrgð á og það hlýtur þá að vera annað ríki eða sveitarfélög sem ber ábyrgð á. Má ég kannski aðeins, ég skal reyna að hljóta, en það hugsaðum þetta var þennan hugsaðum að kvóta kaup á sjóðansvískalli að það er þannig að það er reiknað með að það verði skuldirnar verði vegna vaxtalaus og það verði ekki þannig að kröfurnar skuldir þær mun áfram standa á fyrirtækjunum með þeim samningsskilmálum sem þar eru. Þannig að kröfurnar eiga þetta stjórnarskrárvarinn rétt sem verður eignarréttarvarinn þau mun ekki fara að afskrifa á fyrirtækjum. Þannig að það er alveg ljóst að fyrirtækjum eru krafið og það er svona fyrirtæki sem hafa einhver afleiðindi þannig að við sjáum búin framfæri. Þannig að hins vegar þetta þó hugsun meira heldur en að oft hefur komið þegar menn tala bara að hirða þessar afleiðindir af fyrirtækjum